Takk fyrir spjallið og takk fyrir að taka viðtalinu, Jói. Ég var ekkert í þessu. Nei, það fullt, við þurfum að hugsa út í fullt af hlutum og spá. Maður sá þetta vel á heimsmeistaramótinu eins og íþróttakeppninni að við þurfum að fara að ríða meira einn inn á vellinum, fara með miklu nákvæmari reiðmennsku, gangskiptingar og það til að vanda reiðmennskuna. Við erum alltaf mikið í svona firmakeppni stílum með 3 inn á í einu og við þurfum að fara að veluna meira góðu reiðmennskuna og sem hesturinn er velriðið og fegurðina og taktinn. Það er það sem held ég að við þurfum að byggja á í framtíðinni, annars lendum við bara eftir á. Nei, ég er búinn að segja þetta. Hvað sagðirðu? Ég sagði bara góðan daginn. Nei, ég held þetta. Ég held að séu margir sem hafa ekki riðið skeið sem er að dæma skeið. Og ég held að upplifunin sé það sterk á góðu skeiði að þú áttar þig fyrir á því hvort hestur sé á skeiði ef að þú horfir á hann. Ef þú hefur riðið skeið sjálfur. Ég held það. Þetta er náttúrulega, ertu ekki samanlega þessi hugur? Menn verða að hafa svona einhverja smá tilfinningu fyrir því. Það er ekki verra. Nei, ég er að meina það sko. En menn mega kannski ekki gleyma því heldur sko, bara með svifi sko, það er það sem ég finnst bara svo að hesturinn á að svífa allur á einhver augnablik. En veistu það er mjög auðvelt að sjá hest þegar hann er tekið niður af stökki, hvort hesturinn sem að fara í skeið eða hvort þessi hestur að vera töl. Það er mjög auðvelt, það er að teka upp á nokkra metra. Hvort hvað séu, þegar hesturinn er tekið niður af stökki, það er mjög auðvelt að sjá hvort hann verður hreinn á skeiði út sprettin eða ekki. En akkurat þetta atriði, þetta hefur alltaf verið mjög umdeilanlegt, ekki bara í kynbótum, heldur líka í gæðingakeppni. Kannski frekar í gæðingakeppni, þetta er íþróttakeppni, það er styttra sprettfæri. En oft hefur þetta verið mjög mikið diskusjón, var þessi 4-taktaður eða var hann 2-taktaður? Já, en svo sannar það núna, svo sannar bara Maggi Skúla það núna á heimsmeistaramótinu, það er hægt að ríða alvöru skeið á Hringvelli. En er það kannski alveg sviði bara frá jörðinni? Með leiðarar líka á víða fyrir sko, það segir í leiðara að það sé bara til að gefa upp í allavega og ég er vel 8-5 og að hestur sé töluvert 4-taktaður. Er það bara eitthvað sem við höfum sagt okkur við? Það held ég ekki. Það er kannski líka, það er alltaf dómararnir auðvitað að reyna að gefa og eiga að gefa eins hátt eins og þeir geta og ég held oft rætt þetta við Gull og leiðarinn þar til dæmis í kynbótum segir að það má aðeins vera 4-taktur í þessu. Það virðist ekki að vera í dag allavega. Hvað segirðu? Það virðist ekki verið í dómarnum hér í dag. Það hér er alvöru skeið. Nei, það er bara ef þeir eru aðeins 4-taktaðir og þá fá þeir ekki neitt skeið. Sem er bara gott líka. En það verður náttúrulega verið einhver munur á hvað er verið að dæma. Menn má ekki taka þetta, maður er ekki bara að tala um kynbótum, maður er að tala um gæðingakeppni, ekki síður alveg. Við erum að sjá til dæmis bara á landsmótinu, það var ekki mikill munur á yfirferðartöldinni hjá þeim á skeiðinu. Það stóra mig. Ég er alveg sammála því. Það hefði bara ekki verið nánast neitt munur. Já, yfirferðartöldi. Þeir voru að sýna sko töldin á brauti og fóru náttúrulega bara í yfirferðartöld, margir. Svo voru þeir lagðir og minnskastu mín gömlaugur sko sá ekki mikið millibil á mynd. Manni fannst þeir ofsalega nálagt því að vera á sama ganginum eins og þeir voru reiðnir til hins ídrasta á töldin. Já, heldur. Við hefum að reyna að varðveita skeiðið, sko. Það er alveg eina línu. Já, það er nefnilega málið, sko. Að það sé ekki alveg, sko, bara alfærustu manna að svona hálf nauðga ykkur í skeið út úr hestunum, þá erum við nefnilega komnir á svolítið erfiða braut, held ég. Það þurfa að fara að rækta eitthvað nýtt. Já, það þurfa að rækta, en sko... En auðvitað, við sjáum þetta enn í hestum samt, náttúrulega. Eins og Raunarinn, mér finnst það mjög gaman að hann skildi Galsi. Já, Galsi gefur þetta oft. Gott skeið. Fleiri hestar. Og lausnir, fljótt. Hvernig er kallinn heima þitt? Eins og hann er hérna. Er hann að skammast við kvöldverðarborðið mikið? Nei. Fjölnir, þetta er viðtalið hann að stórlaxana var það ekki? Stórlaxa, djöfandi það gaman að við erum stórlaxa. Já, þýðir ekkert að rífast þessar konur, þú veist það Fjölnir. Það hlust aldrei á mann. Það er allavega eitt sem að Kristinn hefur umfram okkur danna, hann er miklu stríðnari. Ég held að þetta sé stríðnasti maður og Jóa líka, þá hann sé stríðinn. Það er ekki gaman að það er þessu.
En það nauðsynlegt að taka umræðuna sko, þetta því að þetta verður ekki, fólk fer ekki menn fara ekki að velta þessu fyrir sig nema umræðan sé tekið. Já. Þannig málið. Og hann er náttúrulega sá maður sem leiðir núna. Þessi þarf að senda alla kynbótadómarinn á... Ég reiðmennsku prófa á skeiði. Fá þá alla hérna niður á hellu og láta þá leggja, sjá hvað þeir eru góðir. Það er nú gaman, kemur árundu líka. Já. Seljinn. Já, maður má ekki selja inn. Það er flott, þá styð ég þetta. Þá styð ég þetta. Reynið að fara að gera eitthvað.